Af hverju snjóar og snjóar hjá okkur, þó það sé sagt að loftslagið sé að hlýna? Jú, þegar ég tala svona þá ég að rugla saman veðrinu og loftslagsbreytingum. Það óumdeilt að loftslagið á jörðinni að hlýna. Það líka óumdeilt að það áhrifum mannsins að kenna. Við erum að dæla allt og mikið af gróðurhúsalofttegundum út í andrúmsloftið. Við erum að reyna að raska jafnvæginu því að við erum að sækja olíu og gas neðan úr jörðinni sem voru plöntur á jörðinni fyrir hundruð milljón ára, bæta því í lofthjúpinn hjá okkur og þannig erum við að raska þessu jafnvægi eins og ég sagði. Það komið allt og mikið kolefni í umferð. En veðrið, það eitthvað allt annað. Veðrið getur verið alls konar. Þegar við tölum loftslagsbreytingar þá erum við að tala meðaltöl. Meðalhitastigið á Íslandi hefur verið að hækka. Og það bara sjáum við. Þegar ég var krakki þá hefði þetta ekkert verið talið óvenjulegt að vera með snjó í nokkra vikur, eins og við búum að vera núna. En núna síðustu árin þá hefur það ekkert gerst oft af því loftslagið að hlýna. Það annað sem gerist með hlýnun jarðar að það að veðrakerfin verða óvenjulegri. Við förum að sjá suma staði þar sem verður kaldara, aðra staði þar sem heitara. Á sumum stöðum verður minni rigning, á öðrum stöðum meiri rigning. Og í heildina þá eru bara meiri öfgar í veðrinu út af hlýnun jarðar. Þannig að við förum að sjá fleiri fellibylji og það höfum verið að sjá. Ekkert á Íslandi því að við erum ekki það sunnalega. En þetta getur þýtt, þó það sé ekkert endilega líklegt, þetta getur þýtt að komi hreinlega ísöld á Íslandi eða því sem næst. Því að ef hitastigið fer að raska hafstraumunum verulega og við töpum til dæmis golfstraumunum, sem mögulegt en ekkert endilega líklegt, að þá mun snar kólna hjá okkur. Því að golfstraumurinn ber heitan sjó og heitt loft hingað úr Karíbahafinu. Þannig að það ekkert auðvelt að sjá þetta fyrir sér þegar maður horfir út gluggann, en þegar við kynnum okkur gögnin, lesum skýrslur eins og skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út 2021, þá þetta augljóst. Loftslagið að hlýna og það manninum að kenna og við verðum að gera eitthvað í því.